Hi, Bogaboss besties. Hi, Bogaboss besties. Long time no see. Ángríns. This one took a while, sko. Já, þetta tók smá tíma. Löngbók. Löngbók. Og við náðum ekki alveg að einbytta okkur að vera að hlusta á bók í kringu lesjóið. Nei, þurftum að... Passa pásu þetta. Já, þurftum að taka smá pásu, en við erum hér komnar. Já, og bara, þú veist, thank God við tókum pásu. Já. Og því þetta er alveg svona bók sem þú þarft að dedicata í, sko, smá. Já, það er alveg að hlusta, sko. Það er alveg að hlusta. Plottfust og alls konar nöfn og... Já, en þeir eru væntanlega komin hingað því þeir eru búin að lesa hana. Pretty Girls. Pretty Girls. Þess að fyndi nafni á rithöfundurum. Já, Karen Slaughter. En þú veist, Karen Slaughter, are you okay? Akkur. Ok, alltaf því ég er að lesa svona, að hlusta á svona bækur sem að eru, þú veist, svona, skilur, og svona miklu grúsum details og eitthvað. Mér finnst það ekki eitthvað það mikið, stundum jú. Það er bara sömu hluti sem ég mun aldrei heyra. Eins og hvað? Eins og hvað? Herri, hann var að lýsa myndin af systur sinni þar sem að lögreglustjórinn stóð við hliðina á henni, ljósmyndin. Herri, það er búið að skera af henni brjóstið, maginn hennar er opinn, innyflin hanga yfir andlitun á henni. Ákveðin hlutir sem ég heyri bara ekki. Já, ég pældi ekki því að bara sá fyrir mér engi brjóst, X á maganum og eitthvað. Já, innyflin hangandi, hún lýsti því alveg, sko. Ég var bara... og það sem var ég bara... Mér finnst eitt sem var verst við þessa bók og það var Piss Waterboardið. Új, það er ógeðslegt. Það er ógeðslegt. Hún er að tala um eitthvað, hún er, þú veist, kingja og það finnur hún svona súrt pissubráð. Ég var bara, þetta var svona mest gruesome sem að mér fannst við þessa bók, sko. Ég bara svona, Piss Waterboard. Það var bara, ok. Sýmdi lyktina og... Nei, ég get ekki, sko. Disgusting, en líka fannst mér, þú veist, þegar maður að lýsa hvernig líki væri orðið, þú veist, það er 15 ár sem hvarf. Það var svona bara eitthvað svona eiginlega, bara alveg rótið, skilur. Já, þú veist, þannig að hann bara tala um eitthvað svona, þú veist, og hann sagði mér bara, það er eiginlega alveg rótið, en þú veist, arböndin eru ennþá, það er ennþá ljósa hárið, og ég svona fór að ímynda mér lík með eitthvað svona bengals og hár, ég bara, Ég held ég fór að horfa ómikið á Dexter. Kannski maður, ég var bara, já. Ég var alveg viðkvæm, sko, í málunum. Þetta var alveg svipað eitt sem ég var að horfa á Dexter, og ég sá bara nákvæmlega fyrir mér, það var svona lík í svona helli eða svona well, skilur. Já, það. Já, alveg svona, skilur, en samt enda með hár og neglur og eitthvað. Ég hef ekki séð, þú veist, þannig í neinum þáttum, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig ég á ímynda mér það. Það er svo mikið, svona þáttum, eitthvað svona. Já, en þetta bara, mér finnst það ógeðslegt. Já. Þannig að þess að hugsa, Karen Slaughter, are you okay? Já, þess, við farið miklu, þess meiri bækur sem að ég hugsað, are you okay? Eins og Dark Romance bókin, skilur. Mér finnst þessi verri. Hæ? Mér finnst það meira grúsam þessi. What? Já, mér finnst það. Ég var alveg svona, þetta var ég bara... ekki tryggrast við því. Mér finnst alltaf öðruvísi að lesa, eða hlusta, skilur, á eitthvað þannig að vera að lýsa ykkur, þú getur bara sleppt því ímyndaðir það. Já, ég get það ekki. Jú, ég sé samt fyrir mér en ég er ekkert eitthvað, það sem ég sá fyrir mér, skilur, eða þú veist. Já. Ég veit það ekki, en ég var að horfa á þetta og þá var ég bara, Já. Ég hata að horfa á eitthvað svona pyntingar og blóð og eitthvað. Já. Nei, en þú veist, það var bara eitthvað svona, mér finnst þetta meira grúsam in a way að þetta var náttúrulega, þú veist, eins og Dark Romance þá er ekkert endilega brotið á þeim. Fattur Já, það var ógeðslegt. Já, þú veist, þess vegna fannst mér þetta meira grúsam að því, þú veist, það er ekki búið að drepa eitthvað. Þú veist, hitt var svona, ok, það var tengt í kynlífi og maður svona, wow. Já, þetta er líka með myndböndin og það var ekki nasty, sko. Já, þetta var gruesome, sko, þannig, þú veist, en þess vegna hugsa ég bara svona að ég var líka, ég er svo oft búin að vera núna að svæfa á kvöldin og þú veist, með headphone bara á meðan ég, þú veist, ekki svona strjúkunni og svona hún sopna og ég er að hlusta á þetta og þú veist, það er alveg svona, ég er svona inn í niðamyrkri, þú veist, það er svona eitthvað aðeins að bara svona haldi hendina á Elisabeth og ég er svona, ok, þú veist, maður verður smá freaked. Já, verður rödd. Í alveg niðamyrkri, já, smá, ég svona, þetta er, Já. Alveg smá, sko. Ég var ekki trættið þessa bók. Ég veit ekki hvað er að mér núna, ég er bara uppgötta, já, það er eitthvað mikið að. Já, nei. Ég var ekki trættið að hlusta þessa bók, ég var, mér fannst líka, eins og við erum bara að ræða bara mitt okkar, þetta er svo svipað þessum Hunting Wives
ég skil það. Og þannig ég var búin að horfa á það, þannig að þetta svona surpriseaði mig ekki eitthvað það mikið. Nei. En mér varst, bara með þessi myndbönd og eitthvað ógeðslegt, sko. Já, það var alveg svona mestnast í. Það var ógeðslegt. En ég fór líka að gráta í endan. Það? Já. Út á pappabréfinu? Já. Það er svo mörg svona bréf. Ég veit en það var eitthvað svona ekstra mikið endan, eitthvað svona, þú veist, Hanna ímynda sér brúðkaupi hennar sem varð aldrei og mun aldrei verða. En þú veist, mér var samt bara svona alveg sama þessa Júlíu, þú veist hvað ég meina? Já, ég skil það alveg, en mér var það ekki svona, þegar gerði hana meira human, þegar þau fóru að tala meira og meira hana, þú veist, mér þótti meira og meira vænt hana. Já, ok. Fattar mig, svona hvað sem leið á, þá var ég svona, fuck. Ég var bara svona, af hverju erum við að leita henni, skilur, hverjum er ekki, eða þú veist. Já. Ég var svona, er þetta ekki verið að búa með það? Já, ég vil bara vita meira, þú veist, hvernig komast það upp með þetta, skilur, og þú veist svona eitthvað eftir með lögguna. Í staðan bara að skipa það inn í, bara eitthvað, já, og svo komast upp með þetta, skilur, eitthvað. Já. En náttúrulega bara komast upp með þetta sem self-defense að sögðu alveg, þú veist. Já, ég veit að hann eftir, skilur. Ég hefði viljað sjá svona að löggan kemur, sátt fyrir mér þetta atriðan, gett dimmt, rigningin, skilur. Og svona eldur í bakgrunni. Já. Ég sá líka fyrir mér mjög visual, sko, húsið. Það? Já. Ég sá bara fyrir mér svona hús og svo svona bílskurinn, svona eitthvað neginn. Já. Og svo venilegt hús. Já, samt svona úr tré. Já. Og svona... En ég skildi ekki alveg, voru gluggarnir eldvarnir og eitthvað, þú veist, hvað er að gerast með það? Og insulation, hann var að breyta einangrunn á húsinu, þannig að þetta væri, þú veist, meira svona eldvarið. Allt með hann gæja, það var svo mikið, það var bara top secret agent. Já, 100%, þessi Paul var bara mest úthugsaðastu gaur sem fyrir finnst, sko. Já. Í alvörunni, en svo, mér fannst svona... Það sem pirraði mig svona, þú veist, ok, hún var alveg gift honum, ég veit ekki hvað mörg ár. Já, alveg 20 ári eitthvað. 20 ár, sko. Og bara svona var aldrei búið við red flag. Mér fannst, það var eina við þessa bók sem gerði mig svona smá ótrúverðuga. Jú, hún var náttúrulega, það sáðu það bara allir aðrir. Ekki hún. Já. Hún er bara gaslýsing, skilur við. Já. Þú veist, mér var svona smá svona eina sem myndi segja ótrúverðt út frá karakterunum er að þú veist, ok, að búið að lýsa henni Claire sem svona ókslega mikið bara svona hugsar ekki neitt, pælir ekki í neinu, þú veist, og það getur alveg rétt, skilur en þú veist, já, hann var að fara í vinnuferðir, hann var að gera þetta og þú veist, það er svona smá ótrúverðugt að í 20 ár það var aldrei þurft að fara í tölunans gert þetta, skilur þú veist, mér var vant að svona smá snappið, já, heyrðu, eitthvað svona, því að þetta bara gerðist, hann var bara drepinn innan gæslappa, hún var leið, bla bla, strax fór við þetta, leið finnur hún þessu myndbönd og hún er strax bara, oh my god, já, hann er ógeðslegur, skilur Já, þú veist, hvernig fann hún líka bara myndböndin strax, eða þú veist? Já, með að þessi gaur hafa svona secret agent, það hefur verið betur falin. Einmitt, þetta var bara gett auðvelt að finna þau allt í einu. Það var svo skrítið og líka sérstaklega að þegar við vitum núna að morðið hans, hann var ekki myrtur, hann var ekki dáinn, hann hefði gengið betur frá hlutunum. Já, ef hann búin að plana morðið, eða þú veist, já. Þannig meika ekki sens. Nei, það var svona einu sem pirraði mig við þetta, svona, þú veist, að ég fíla þetta, sko, ég fíla psych thrillers og þannig og ég fíla að vera eitthvað svona smá spenna og eitthvað þannig. Og plot twist og erum bara að fatta hver gerði hvað, þú veist, alveg svo í Hunting Wives þáttunum sem við nefndum við náðan, þú veist, mér finnst það skemmtilegt út að reyna, varst það þú? Maður er alltaf að býða eftir svona meira plot twisti. Já, skömmina. Já, og svo bara svona, þú veist, þetta var einu sem pirraði mig svona, ok, þetta er svona smá out of character, þú veist, samankomið í endan. Þið var svona, þú er búin að gifta ykkur í 20 ár, þú ert ekki svona fljótur að trúa bara, ég veit það ekki. Já, þú veist, og líka með að hann reyndi að brjóta á systur hennar, skilur og akkur trúir því allt í en núna er það ekki búin að trúa henni í 20 ára og hún er bara basically búin að vera götin út af þér, skilur þú veist, hvað meinar þau? Mjög, já, einmitt þetta var, já, en það fljóta fyrir ekki að bara, ég er búin að eiga ógeðslega erfitt og bara loka, þú veist, mamma mín lokaði á mig og allt bara, já, þetta fyrir ekki það samt. Já, einmitt. Einmitt, það er svona eitthvað kottnina. Ó nei, gerði það verra. Næja. Takk. Það er alveg svarta. Já. Það er svarta línu. Sorry. Það er alveg. En hvað er það? Ég veit ekki. What? Vákvæmt er eitthvað... Ég ætla bara að taka þetta, ég ætla þetta er eitthvað svona maskaraklissa.
Herði, ég var með svarta línu þetta. En já, ég var að býja eftir einhverju hellu plottistu að þegar áður en maður vissi að hann hefði feikað sinn döðan sinn, skilur, þá var ég búin að skrifa í nótsum mitt bara eitthvað, hann ekki dáinn. Það var nefnilega búið að koma upp eitthvað svona, það svona brá mér ekki þegar hann kom tilbaka. Nei. Það var búið að segja eitthvað til mér eitthvað svona, ætla hann sé ekki dáinn. Og ég man ekki eftir því. Nei, þannig bara kom. Já. Það svona, svo þegar hann kom og var ekki dáinn, það var eitthvað, vá, þið eðluðu það, að ég var ekki sjokk. Nei, ég var ekkert sjokkt. Nei, ekki heldur. En ég held sko mögulega líka að hann ætti tvíbura, ég var að vona það. Það hefði verið plottið. Já. Oh my hann God. Var actually svona góður husband, skilur, en tvíburabróðir hans drapan, skilur. Var búin að vera í þessu. Já, hann var búin að vera í þessu og þú veist, hann var the evil twins og með pappanum í þessu öllu, skilur. Því ég var einmitt líka skrítið. Maður var búin að heyra allt þetta ógefa pínu svona, þetta er ekki rétt. Nei, fattur mig? Ég var að vona það, því að annars er þetta obvious, allan tíman og veitum að hann er vondugæn, skilur. Já. Þess vegna var ég bara, ok, there's an evil twin, skilur. Það hefði verið svolítið gott. Það hefði verið svolítið gott. Já, það hefði verið svolítið gott, sko. Já, bara, já, nei. Ég ætla að opna nótskjælið mitt. Alls ekki það. Já, betur. Má sjá. Já, ég var búin að skrifa Karen Slaughter, Are You Okay? Ég fekk alveg martröð. Aha. Já, þetta alveg snerti mig, sko. Hvað er málið með þessu dag? Voða viðkvæm Já, ég fekk alveg martröð, sko, en ég held að því ég var að hlusta á þetta í myrkri og var að lýsa líkum og eitthvað, ég var alveg bara... Já, ég hlustaði held ég aldrei á þetta í myrkri. Nei, það er fínt. Það er mjög flýnt. Það er mjög flýnt. Já, ég hefði skrifað eitthvað sem er Paul lifandi, skilur þá var þetta svona, ég var svona, hann lítur að vera lifandi og svo var bara, það er trú of því án tvíbura. Það er svo góð pæling, sko. Já, og sama tíma ég var að skrifa þetta, þá byrstist Paul og barða hana. Já, bara, já, ok, hann er ljóti. Já. En það er mikið þess að það hefði verið evil twin því að, þú veist, fullkomin husband að já, bara berja hana. Og líka, þú veist, hún var aldrei búin að hitta eitthvað fjölskyldan hans og það hefði alveg passað in the storyline. Já, ángríns. Já. Svo er með pappin endaði ekki sitt eigi líf, var hann virtur á Paul, eða þú veist, ég var að hugsa. Já, hugsaðu það? Já. Vá, okay. Ég hugsaði strax þegar hann var eitthvað varðana fyrir fram á tölvuna, skilur. Ég bara, þú veist, hann gerði þetta. Og svo kom það alveg löngu setna. Ég klokkaði það ekki, sko. Þegar ég var bara svona, ég trúlega bara að þú sést bara, hér enda mitt líf og horfa svona myndband, sko. En af því þetta var svo mikið eitthvað, þessi gæi var bara eitthvað master criminal, skilur. Það var bara, já. Hann gerði þetta. Já. Ég átti mig alltaf meira á bara hversu mikið master criminal var. En þegar hún fór uppurlega og búin að finna myndbandi og fór til lögreglunar og hann var ekki, já, þetta er basically að þetta var bara AI, þá er bara, nei. Já, 100% ekki. Þú ert eitthvað involved í þessu, sko. Þetta er bull. Það er fokkin óþægilegt og það er svo pirrandi að maður bara sérstaklega þarna, þú veist, allir loka kaflarnir þegar hún er að leita af Lydiu og hún er bara, þú veist, að reyna að gera allt þess að komast til hennar og svo lengi að þetta. Ógeðslega lengi. Og ekki fokkin leggja þig. Einmitt. Hvað var það? Mamma er henni að kenna. Ég veit það, en var það í lobbyinu líka bara? Já, var það ekki bara í lobbyinu? En líka bara, myndirðu sofna? Mér er sama hversu þreyttur þú værir. Nei. Myndirðu sofna? Og líka þetta er bara 24 tímar. Já. Þreytt. Já, það er fucking get great. Fólk eru alveg tekið alnætur, skilur við. Já. Bara hei, það er verið að myrða systir mín að leggja með það. Já. Alveg 2 tíma. Já. Ok. Og svo hann leiði einhver banka á eitthvað, þú veist, ég skildi það ekki alveg, var eitthvað, ég spjöði þræfið þar. Já, sko, hún var... Ég ætla að ljúga með það. Hún var að ljúga með það. Okay. Og þurfti einhvern veginn að þykjast vera að fara í bankan að sækja, þess að vera að fara til Adams. Ég veit ekki okkur, hún mátti ekki vita að hún var að fara til Adams. En þannig að hún laug því og náði þess að senda mömmu sína þangað með, þú veist, og svo mamma hennar bara mest að útsí í heimi. Já. Kemur hann inn bara eins og einhver savior í endan. Já, geða það heilegt, bara láta hana gera allt. Var bara best allt í henni. Já, það var rosalegt, sko. En já, já, þetta var svona pirrandi lokakaflandi fannst mér upp á bara svona, ég var svona, drifðu þig og líka bara svona að því að maður eitthvað, hringdu í lögguna, fáðu eitthvað með þér. Aldrei fara að meika þetta einn. Skaurinn út, bara búin að outsmart you. Og líka ekki að fljóta, bara skjóta henni nýð. Nei, voru eitthvað að kissast. Já, hvað var það? What the hell? Hvað var það? Já. Ég var bara, erum við að misheyra? Ég var bara ég var aðeins að hlusta, fara tilbaka og ég var bara að byrja, misti ég af ykkur. Ég held að það var eitthvað flashback eða eitthvað. Eitthvað misti ég af ykkur.
bara hvernig, ég veit hún bara að gera þetta til þess að hafa the opportunity, en þessi gaur hefði ekki látt plata sig í fucking koss og meðan hún heldur á byssu og þegar hún segja there was blood everywhere, þá heldur hún að bara tekið við hausinn og skotið hann. Nýð. Bara, she got a thing for kneecaps. Það var svo skrítið. Já, þú veist, það var alveg óslitt hvernig hún, þú veist, útskýrði, þú veist, með hvernig hún skautaði bara fyrir gegnum, bara löppina bara lafandi og eitthvað. Skautaði hún í hálsin líka. Þetta var bara eins og bíómynd, skilur, þú veist, hvernig hún lýsti þessu. Mér finnst alveg gott hvernig hún lýsti þessu. Það var gott. Bara stundum með það bara eitthvað, og hann skauti nýð, og maður svona, ok, þú sé bara fyrir með hólu í nýðinu. Já, þú veist, maður sá þetta svo ókslega vissjöli fyrir sér, bara eins og maður var að horfa okkar spólu. Sem var alveg að hún heiti líka Slaughter. Já, ég sé það, þú veist, ég sé alltaf lagi, sko. Karen Slaughter, sko. Nei, ég var svona, þú hefðir aldrei að blekja þennan gaur í koss á meðan skýtur hann, sko. Það svona fannst mér það geppirandi. Það var ekkert svona struggle eða eitthvað, það var bara beint, og svo lág hann bara úti allir tíman. Já. Og meðan var að bjarga Lydiu. Já. Og akkur var keðjan bara eitthvað belti allt í henni. Já, okkur náðu hún bara að losa, en þú veist, sem betur fyrir, já, bara, þú veist, ef það er samt verið svo mikið plott og Lydia hefði bara dáið. Já. En ekki að ég vildi það alls ekki, sko. Ég vildi hún myndi björgunni. En ég veit ekki, þetta var eitthvað svo, svona pirrandi einhvern veginn. En þú veist bara, ef hún hefði verið með einhverja klippur eða eitthvað, ekki bara gátt, bara ekki að fljóta losa. Já, nákvæmlega. En líka bara öll gögnin eyðilöðust. Já, einmitt. Svo þeim kvikt í. Nei, hún henti USB-dröðin út, eða ekki? Hún náði USB-dótið. Já, en þú veist, allar spólurnar sem voru inn í the garage, hún voru lýsa, þú veist, og talvan og fattur, það eyðilegast allt í brunanum. Sem bara pirrandi, skilur, þú veist, af því að það á bara að handtaka alla. Einmitt. Koma aðeins. Það fylgta fólki úr öllum löndum og eitthvað. Já. En maður vissi náttúrulega strax að, þú veist, Julia-málið myndi tengjast einhvern veginn, já. En svo bara okkur hann heimsækja hana. Hvað var það? Það var hann svona obsessed að henni, skilur. Já. Það er svo skrítið. Það er svo skrítið. Að það er ekkert eitthvað, þú veist, útskýra hvað hann fannst svona eitthvað hella fallið eða eitthvað þannig og þessi systur allar skilur. Nei, þetta var líka ekki hans fórnalamb. Nei. Okkur er hún passvortið á tölvun hans. Dagurinn, já, dagurinn sem að... Já, það meikir ekki sens. Hún hvarf. Ég veit sem hún hvarf, já. Já, 4. mars. En ok, líka bara eins með svona missing person dæmi, bara thank God þekkjum við þetta ekki á Íslandi eins og í Bandaríkjunum en eftir svona ógeðslega langa tíma bara 20 eitthvað ár er ekki bara látið þú veist hvað segir maður svona tilkynnt manneskjana látna skilur að þið voru ekki bara að halda jarðarför eða neitt það er alveg oft gert en ég held að sé líka þú veist en það er bara fjölskyldan sem tekur því hvernig þau taka því skilur ég held að það væri bara löggan gærir bara eitthvað svona statement sem kannski er Bandaríkjunum svo fucking stór já, kannski ekki kannski þetta bara still case unclosed eitthvað neginn þetta er case closed and there's unresolved skilur já, en það er svona svo oft sem að það er það bara þú veist bara útskrifa látin já, það er eitthvað svona langur tími en kannski ekki en þarna var líka lögreglan alltaf að segja eitthvað þau bara heldu og hún hefði bara eitthvað hippadæmi já, bara þannig að þess vegna kannski voru þau ekki heldur búin að gera út af því já að þau trúðu ekki að væri sakhæft, skilur, að því að náttúrulega gaurinn sem að fokkin tók þátt í þessu bara partur af lögreglunum og tók mynda sér með henni annað. Þetta er svo ógíslegt, þetta er svo fokkin ógíslegt. Damn. En já, þetta var alveg svona, þetta var, mér fannst þetta alveg mér fannst þetta ógíslega spennandi. Ég veit að þetta væri góð þættir, þessu kemuna. Mjög góð þættir. Það væri alveg svona halda mann á tónum, skilur við. Þeir verður örugglega þættir. Pottet, sko. Við erum bara alveg eftir að googla það, sko, en þeir verða pottet þættir. En þetta var svona, þetta var ekki eitthvað svona, mér fannst hvert sjokk ekki vera eitthvað geðsjokk. Nei. Ég veit ekki af hverju, en það var svona góð uppbygging. Já, þetta var svona theatrical einhvern veginn, svona, svona góð pæling, þessu köfuna. Fyrsta svona, what? Var bara þegar hún fann þessar spólur og byrja að horfa á. Þú veist, bara fyrsta, hann alveg bara, þú veist, FBI kemur hérna heim til hann, hún opnar eitthvað tölvu, sérst niður, sér hérna eitthvað vídeo sem bara er bara eitthvað svona, já, svo gera þau þetta. Já, hann heldur að það sé bara eitthvað kink-dæmi í honum, skilur fyrst. Já, en svo sjá þau, þú veist, svo sér hún bara með sinna einu höndin að hún sé drepin. Og þá maður svona, what the hell? Við fórum inn í þessa bók vitandi ekkert. Nei, við sem ekki neitt. Ég held að þetta var eitthvað svona meira svona Little Women dæmi, eitthvað, með svona crime plotti, skilur. Já, einmitt. Ég held að það var eitthvað svona margar systur og eitthvað. Já.
það var að sparka allt annað. Já, það er alveg, Þetta er samt alveg bók sem ég myndi alveg mæla með ykkur langar að, þú veist, fattar mig. Eða eitthvað bara, já, langar ykkur svona bók. Ég mæla alveg með henni, 100% sko. Skemmtilegt bara að hafa þetta í eyrunum og svona, skilur. Þetta er svona spennandi, þú veist alveg svona, maður alveg, þú veist að kveikja storytell í hvert skipt sem að gata, skilur. Þegar maður svona, ok, ég ætla að taka til og hlusta og þú veist, þetta var alveg svona, ok, hvað er að fucking gerast með henni gaur? Þetta maður langa alveg að klára hana. Maður langaði að vita lokin, skilur. Já, ég hef ekki getað DNF, bara did not finish, sko. Nei. Ég hef ekki getað hætt bara með Ég get aldrei gert það. Sumir eru þar, sko. Ég verði alltaf að klára, nema ég væri bara komin bara 3 kafla inn, skilur. Þá get ég alveg út, en bara þegar maður er komin í miðina, þá er svona, ég verði að klára. Líka með seríur, ég verði að klára seríur líka. Já. En ég tengi ekki við þetta DNF. Nema þetta er bara hræðilegt, skilur. Já, ég meina það er pottið til bækur sem að vera svona, ok, DNF. Já. Pottið til, sem að bara, það er ekkert búið að gerast inn í 7 klukkutíma. Já, líka bara, hérna, þú veist, það er ekki þinn stíl eða eitthvað, skilur. Já, en þú veist, sko, hvað voru þetta margir tímar? 13, 18? Fokk, það var mikið. Ég var sko með þetta 1,7 speed. Fannst þú alveg meðtaka þannig? Já. Að hún talaði svo ógeðslega hægt. Hún talaði ógeðslega hægt. En hérna, vanlega get ég ekki verið með 1,7 speed, ekki sérstaklega fantasy eða neitt hannig. En ég gæti verið með 2 sinum líka og ég skildi. Já. En mér það með svona venjulega bækur, ég get það alveg. Heyrðu, hún er 18 klukkutímar. Já, hún er 18. Samt ógeðslega skrítið inn á Storytel, síðustu 30 mínútur eru svona önnu bók. Já, bara alltaf að promóta hérna bókina hennar. En ég var svona næstu dottin inn í það, sko. Já, hún er hérna. Já, einmitt. We are guilty here. Já. Fucking löng bók. En við ætlum að velja næstu bók. Já, þú ætlar að velja. Já. Nei, við erum að velja þessi. Ég ætla að velja hana eftir það. Nei, jú. Þetta er þín. Nei, þá ætla ég að velja eitthvað skemmtilega fantasy bók, sko. Við þurfum að velja þessa, að við erum að gefa 2 þætti í þessu mánuði. Þetta er ekki mín, sko. Þetta er our own fault. Fekk vinnuna að velja, sko. Hvað er þetta svona glötu bók, eða? Ég veit ekki svo hvað bók ég er. Nei, en við erum að velja þetta. Ég á eftir að velja mína bók. Þetta er ekki mér að kenna. Okay. Að við þurfum að taka einu stuttar, sko. Og sjá. Ég sá ekki hérna. Já, The Intruder. Þetta er Frida McFadden. Ok. Er þetta ný bók? Já, mér sýnst það. Ok. Hún er allavega númer 2 hérna á Storytel. Ok, þá er hún alveg mjög vinsæl núna. Já, top 50 íslenska bækur númer 2. Þannig að ok, vá. Það er alveg spennandi. Ok, geðvitt. Tjekkum á hvað hérna Pretty Girls fekk í engun hjá Storytel. Sko, ég horfði alveg á eitthvað TikTok sem hana og eitthvað svona og fólk var alveg bara raving about her. Hverja, Pretty Girl? Já. Ok. Fólk fannst hún geggjuð bara. Það eru TikTok sem ég voru ekki hlusta. Já, ég segi TikTok, já. Hérna, fólk var mjög hrifið af þessari bók. Já. Sem bara... Þetta er svona, áhugaverð og skemmtileg bók og sem maður langar alveg að klára hana. Sko, eins sem segir hérna, er að lesa hérna, gati ekki hægt að hlusta, 5 stjörnur. Ég er alveg sammála, þú veist, maður gati ekki hægt að hlusta. Svo er einn hérna, spennandi en óþarflega ógeðsleg. Ég er samt ekki mjög viðkvæm. Vá, hvað ég, þú veist, var ekkert eitthvað, mér fannst hún alveg ógeð, sko. Þú veist, mér fannst þetta alveg ógeðslegt, en ég var ekkert eitthvað að blöskrandi, skilur, ég veit ekki af hverju. Nei, kannski er það að því að þetta var svona hratt hjá mér. Örugglega, þú heyrðir ekki svona pásunar og það þarf nefnilega alveg, þú veist, ég var alveg bara, and the kneecappers, það var svona, þetta er ógeðslegt, já, næsta. Ok, áfram. Það gefur ekki the same effect, það þarf alveg, sko, mér finnst alveg í svona, ég gæti alveg spýtað en ég var ofta að hægja tilbaka, svona, ok, það er eitthvað að gerast núna, þú veist, spýtaði þegar það var svona minna að gerast og hægði svo þegar ég var svona oh my god, er hún að fara að ná þessu, er hún að fara að geta þetta er hún að fara að, þú veist, þá hlusta ég hægt ég hlusta aldrei einum, sko en ég hlusta eiginlega allan tímann það, vá, 18 klukkutímar já, það er mennaður já, takk, en þú veist, þetta gaf mér samt svona mér fannst hún alveg spennandi ég var alveg til í það, þú veist, ég var til í að dedicate the time to it, sko já, ég hafði bara ekki the time, annars hefði ég alveg viljað það, sko ég þúl ekki þurfa, þú veist, stundin nenni ég ekki að þurfa að gera það en þegar maður hefur tíman, skilur en hérna, en líka bara mér er samt svona ógeðslega pirrandi eitthvað sem eru hægir, að ég er bara alveg sofnað, sko já, að lesa, já. Og þessi gælla var alveg að bögga mig hvernig hún sagði 12 how where what white
ég sko mér að screenshota eitthvað þegar hún sagði eitthvað white on white on white on white white on white white ég var bara, er hún að reyna að pirra mig? Já, hún var, þú veist, ég var ekki bara að fucking klokka þetta. What? Fyrir Sunna sagði þetta við mig, ég bara, fuck, ég heyrði ekki annað en það, restina fucking bókinni. Alveg, þetta óþólandi. Já, þetta var smá óþólandi. Þú veist, ég hef aldrei heyrt þetta, ég hef aldrei heyrt niður tala svona. Já. Þú veist, hvað reymur þetta? Ekki hugmynd. Þú veist, er hún bara pirrandi eða er þetta reymur? Þú veist, frábara þetta ekki Boston, eða þú veist, til dæmi, skilur Nei, já, ég veit ekki, sko. Frá Texas eða eitthvað, I don't know. Já. Ég veit ekki, þetta fór ógeðslega töðunar á mér alltaf. Já. White. Eitt annað líka sem fór í töðunar á mér var Povið. Mér varst það ógeðslega óskililegt fyrst. En svo vandist maður því, skilur. Já, af því að þetta var hver að tala. Já, það er svo pirrandi þriðja persóna, skilur. Mér finnst það svo skrítið. Maður sem vanur var inn í haustum af fólkinu, skilur. En ég var bara svona, hver er að horfa á alla, skilur, að tala? Bara, þú veist, sem ég þengi gott, við vorum ekki inn í haustum, þá þetta verið svona 30 klukkutíma bók. Þá hann farið allar hugsanirnar, skilur. Já, kress, sko, bara stay out. En það var svo langt sem að lesa bók í þriðju persónu, finnst mér. Já, ég samla þér, það komur, ég var svona bítu. Svo er ég alltaf svona bíð eftir eitthvað, ég veit, Julia er að segja Povið. Þú veist, ég var alltaf að reyna að fatta hver átti þetta Pov. Svo var hann lifandi, já, ég hugsaði það líka. En svo var það alls ekki. Nei, bara alls ekki, hún var mjög döð. Já, Stein, elsku. En já. En það er víst til, sko, ekki part 2, nei, heldur eitthvað svona smá, ég sá þetta bara eitthvað TikTok-kommenti, ég eftir að kíkja á þetta. Sér til eitthvað smá novella, eitthvað mínibók eða eitthvað, veit ég hvað novella því er, Júliu. Já, veist, að því að fólk var greinlega það investið og vildi kynnast henni meira og kannski heyra frá hvarfinu og heyra hvernig hún var pyntuð og... Já, bara hennar Pov kannski. Já. Áhverst. Þú veist, já, ég veit ekki, en hérna, ég þarf ekkert meira, sko. Nei, ég er alveg góð, sko. Já, ég þarf ekkert meira frá þessu, en hérna, já, góð bók, en ég er samlega, Povið var skrifið. Þú veist, oft þegar það er bætt ykkur svona auka við, það skemmir það, sko. Það gera hann bara, þú veist, sumt má líka bara ímynda sér, sko. Já, ég samlega. Höfum eitthvað fyrir ímyndarafl. Já, eitthvað, það er búið að lýsa alveg nógu miklu þarna, sko. Ég var alveg til að skilja eitthvað eftir for my mind. True. Ég vil hvort ég að skrifa eitthvað meira, veitu? In my notes. Haldið sem búin að fara yfir allt sem ég skrifaði. Já, ég líka. Bara, þú veist, lýsingarnar og já, ég hef búin að skrifa þetta allt hérna neður. En þetta var, já, þetta er alveg bók sem ég mæli með, sko. Já. Og ég heyrði líka, eitt sem ég sá á TikTok, ég var að hlusta svona reviews þetta, The Book Talk, að hérna, eitthvað sem sagði bara eitthvað svona, þú veist, þetta eru miklu grófari lýsingar heldur eitthvað um Hunting Airline. Að það? Já. What? Þegar fólk var bara eitthvað svona, segja bara, þú veist, já, ég fór inn í þetta, þú veist, við veitum ekki hversu grúsum þetta var. Við erum bara búin að skemma hausinn á okkur, held ég. Þú? Ég var alveg... Þú valdir hinar bækunar, sko. Þessar kingi. Já, en þú veist, mér blöskra alveg. Ég er bara einhver að fatta sér krútt, sko. Já, mér blöskra samt ógeðslega mikið við þessari og náttúrulega líka Dark Romance. En þú veist, ef að þessi er mikið verið en Hunting Airline, þá er ég svona, ok. Já, ég veit ekki. En alltaf eins og, þú veist, það kemur það var engin disclaimer bæðið þessu. Nei, engin. Ef við hefum verið með disclaimerinn, þú veist, ef það hefði komið disclaimer fyrst, það hefur verið miklu meira pæli í þessu. Já. En einhvern veginn, það fór bara svona, fólk var líka að tala um það, fannst vanta disclaimer. Já, klálega. Klálega, þú veist, við erum með, þú veist, sexual assault og bara allt bara mjög triggering hluti. Já, algjörlega. Já, þannig að, já, það vantar allan daginn og þá hefði maður kannski meira svona, ekki, meira svona pælti, sko ég meina. Já. En já, við hvorur okkur hefur hlustað að lesi, þú veist, Hunting Airline maður bara heilt. Það er ekki eitthvað meira, svona, er það kannski blandað af þessu og svona, mér líður að það sé eitthvað svona sexual bók meira. Það er Dark Romance, já. Að mér skilst, já. Þá er það, sko. Já, en hinn, hvað hétt það nú? Lights Out. Já. Hún átti líka að vera eitthvað hræðileg, skilur. Hún er Dark Romance, já, hún var kísumatur, sko. Á meða við sumt. Já. Þannig að já, veit það ekki. Kannski þurfum bara, ég veit það ekki, ég veit ekki hvort við megum við meira að eitthvað svona skemma á hausinu okkur. Nei, núna farið í Intruder. Frida er ekkert eitthvað... Nei, Frida er ekki grúsom, sko. Nei. Það hefur ekki verið. Ekki sem við lesið allavega. Nei. Hún er bara svona, krútt eitthvað. Já, smá spenna, krútt, já.
skemmtilegt twist. Já, og með hún 8 tímar, mér finnst það bara gett lítið í dag. Já, 8 tímar er ekki neitt maður. Það er ekki neitt, en það eru gaman að taka, það er líka svo óslega gaman að taka stuttabækur inn á milli, sko. Það er geðvitt. Já, bara til þess aðeins og svona. Já, þá var maður líka búið með fleiri bækur. Já, true, fyrir ykkur sem er að klára fyrir árslok, það eru margir með svona markmið. Heldur true. En já, þú veist, ég bara, með þetta áhugavert komment, að því maður heyrt svo ógeðslega margar hluti Hunting Adeline, bara þessi ógeðslega ræðileg, bla 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 bla, þú veist, þetta sé alveg svona, þú myndi ekki meika hlusta á þetta, svo áhugavert að vera nokkri sem ég horfði sem var bara, þetta er miklu verra. Það var ok. Oh my god. Þú veist, þá kannski myndi ég leggja í Hunting Adeline ef ég myndi ekkert maður fara í hana. Já. En þú veist. Já, maður er allavega búin að launcha sér inn í svona ógeðslega heiminn, skilur, þú veist, en þetta er bara svo að horfa á svona, þú veist, finnst þér þetta að vera svona það ógeðslegt, þetta er náttúrulega ógeðslegt, skilur, en maður pælir líka teipsin, ég er bara ekki að tala um teipsin, skilur, finnst þér þetta eitthvað meira minna ógeðslegt heldur en einhver þættir sem við höfum hort á? Nei, það sem gerði þetta náttúrulega ógeðslegt er það sem gert við stelpunar á teipsunum, skilur, og ljósmyndirnar. Já, ég var ekki að taka það inn í þegar þú varst að tala um hversu ógeðslegt það væri. Já, ég er að tala um það, það er bara partur á bókinni, þú veist, og þegar hún er að lýsa því sem hún er að horfa á, þú veist, hitt var ekki, jú, auðvitað hræðilegt þegar hann reyndar að brjóta á Lydiu, skilur, en hann náði því ekki, skildist mér, þú veist, en auðvitað það tryggrandi fyrir mjög marga bara að heyra að ykkur hafi, að þú veist, að hlusta á þessa atburðarás, en nei, það sem er ógeðslegt eru lýsingunar af því sem við sáum fyrir mér á myndböndunum. Þú veist, mér fannst nýkeppið, það var ekkert máli að skjóta hann í hálsin, já, það er bara svona við basic, skilur, en þegar hlusta á pyntingarnar einmitt eins og með pissi og það, ég var bara, já, það var ógeðslegt maður, að því að það var einmitt svo ógeðslega vel, með gefinni það, vel skrifa, vel lýst, að maður svona eiginlega fann bragðið sjálfur. Já, í alvörinni. Já, þess vegna ég segi, ef að þú veist, og það, þegar fólk er að segja, þetta er bara skarra heldur, verra heldur en Hunting Adeline, þá var svona, ok, að því, þú veist, ég var bara, hvernig gæst ímynda er þetta, þú veist, þessar hluti bara búin að hengja eitthvað stelpur upp og hvað var þetta sem nota þetta? Macheri, hvað er það? Það er svona, hvað heitir þetta? Forðaði maður ekki hérna. Macheri er bara rísa, hnífur, skilurðu. Já. Bara svona hjúts. Já, bara það er svona, ég hugsaði, þú veist, ég veit ekki okkur, ég googla ekki þegar ég er eitthvað, ég veit ekki okkur ég gera það ekki, ég þarf að fara að gera það. K9s, gleymi ekki. Nei, ángríns, þú veist, þetta er bara svona, þetta er bara ógeðslegasta. Já, þetta er bara ógeð, þú veist, þetta vopn er my worst fucking fear, sko. Nei, literally, veist hvað ég var búin að hugsa mér samt, ég var búin að hugsa mér svona, Vélsu? Já. Já. Þetta er alveg örgulega, ég veit ekki, það er bara hellið, þú veist, það bara komur ekkert óvart að hann verður nota Vélsu, skilju. Nei. Macheri er samt bara svo ógeðslega brútal. Já, og svo langt og bara, þetta er ógeðslegt, já. Þannig að þetta var ógeðsleg bók, þetta var grúsam bók, sko. Veit ekki af hverju þú veist, það var ekki búin að vera eitthvað bara að styrst niður og bara, skilju, kannski bara því ég var smá að flýta mig með hana. Bara to be honest. Og líka bara að horfa bara ógeðslega mikið af svona raðmorðingja dæmi, eins og Dexter dæmi, er alltaf nýr raðmorðingi. Svona að það gerir ógeðslega hluti, skilur. Já. Það er fyrst síðast sem ég horfði á var bara myndan að Hunting Wife og það var ekki svona grúsam, það var meira svona kynlífsgrúsam. Hunting Wives? Já, það var meira svona kynlífi og þannig. Já, en ekki grúsam. Nei, ekki grúsam. Já, nei. Bara svona cheating og eitthvað. Já, og svona meira þannig eitthvað þeim, en morði sem var fram með það, við sáum það alltaf sem eitthvað grúsam, það var bara eitt, þannig. Já, skilur hann að ég var svona, það er langt sem ég horfði á eitthvað svona ógeð, sko. Já, þú veist, bara, ég held ég að bara líka smá bara svona að reyna ekki ímynda mér þegar voru að leysa þessum tapes, sko. Já, ég sá eiginlega ekkert fyrir mig þá, sko. Ég sá þetta alveg fyrir mér. Já, en líka kannski þegar ég var á einn. Já, hún var bara, and then þetta var alveg svona hægt, sko. Já, en ég samt alveg, þú veist, ef þið eru fyrir psychological thriller, ég gefi þessari bók alveg. Ég myndi alveg, bara ef ég var að mæla með þessari bók, bara gefa varan á, sko. 100% disclaimer. Þetta er alveg disgusting bók, en þú veist, spennandi. Má spennandi, já. Hún var spennandi og þú veist, en í 100% ég er bara disclaimer á þetta, en þetta er alveg svona fyrir you guys out there sem eru svona psychological thriller people, sko. It's for you guys. Er þetta psychological thriller? Er þetta ekki bara svona Nei, er þetta bara spenna? Já. Það psychological er eins og Silent Patient. Silent Patient, já, true. Hvað er þetta flokka sem? Crime, já. It's a crime book.
crime category. En já, næsta bók Intruder með Frida McFadden. Ég er spennt að fara í eitthvað svona krútlega svona, veist, þetta hljómar krútlega með þetta, skilur. Já, bara þú veist með tímanum. Nei, líka bara Intruder, skilur. Þjófur. Housemaid ekkert eitthvað ógísleg, ekki núna manni það ekki eins og sko. Kannski var hún ógísleg, ég bara búin að gleyma það. En jú, vonandi þetta bara eitthvað bófi sem að stela einhverju, þú veist, einhverju krúttuðu. Já, vonandi. Bara einhverju, þú veist, einhverjum iPodum eða eitthvað. Já. En takk fyrir að vera með okkur í bókabónu. We love you guys. Við ætlum að klára aðeins fyrir bækur á árinu. Þannig að stay tuned og verið með okkur. Always. Bye.